byrjaður á. Verið velkomin í leik nr. 2 í úrslitum milli Njarðvíkur og Grindavíkur hér í HS Orkuvöllinni. Það er búið að vera að kynna liðin hérna til leiks og við höfum vonandi jafnari leik heldur en síðast og þannig að vona að það heyrist eitthvað í mér. En hérna, ég heiti Pétur og ég mun koma til með að lýsa leiknum í kvöld. Byrjunarliðin, það er búið að merkja við hverju byrja leikinn hjá Grindavík. Þá mun Jano, Thea, Natalia, Hekleik og Huldabjörg byrja og hjá Njarðvík þá er það Helena, Vilborg, Þuríður, Júlía og Chelsea. Í síðasta leik þá voru allavega endaði leikurinn frekar stórt, Njarðvík vil og þar átti Chelsea stórleik, var með 30 stig og á meðan útlendingurinn hjá Grindavík, Jenna, hún náði sér ekki á strik og það skiptir klárlega töluvöru máli að útlensku leikmennirnir spila vel og við vonum allavega að hún spili betur núna og leikurinn verða aðeins jafnari. En Njarðvík hefur nú verið með besta liðið í vetur, ég held að það sé alveg óhætt að segja það, töpuðu bara einu leik og þá held ég að það hafi verið þannig að þau hafi verið að skipta útlendingin hjá sér en hafi verið að spila mjög vel í vetur og Grindavík svona byrjaði rólega og svo hægt og rólega náðu svona að spila sér saman og hafa verið að spila vel undanfarið og já, ég bara ætla að segja það, þetta verður hörkuleikur í kvöld. Styttist í að leikurinn byrji. Í síðasta leik þá var rosalegu munur á tölfræðinni og má kannski horfa til skotnýtingu Grindavíkur sem var kannski stóra ástæða þess að leikurinn fór sem hann fór en þau voru með í 3 stiga þá var Njarðvík með 31% á meðan Grindavík með 19% og í 2 stiga var Njarðvík með 45 á meðan Grindavík með 39 og samanskapið má alveg horfa á vítin hjá þeim þar sem að Njarðvík fær 17 víti á meðan Grindavík fær 8 sem þýðir það að Njarðvík hefur náttúrulega verið að sækja meira á körfuna og það er vonandi fyrir Grindavík að það breytist í kvöld. Já, það eru allar komnar á bekkinn hérna og þjálfarinn er farin að setja af línuna sem að klárlega er búið að undirbúa vel og já, skulum vona að þetta verði hörkuleikur. Það mætti nú halda samt sem áður að við værum á heimavelli Njarðvíkur miðað við hvað margir áhorfendur á Njarðvíkur mættir. Það
örfáir hérna frá Grindavík og skulum vona að heyrist bara vel í þeim og það styðir vel við baki á sér sínum stelpum. Það klárt mál að Njarðvík að fara að gera það. Það heyrðist ekkert annað en Njarðvíku fólkinu hérna þegar var verið að kynna til leiks og bara vel gert hjá þeim. Styðja vel við baki á sínum stelpum eða stúlkum. Í síðasta leik að þá hjá Grindavík þá var Hekla með 13 stig og Hulda Björk 12. Aðrir voru í raun og veru ekki með neitt nema Jenno var með 8 og það er náttúrulega alltaf lítið fyrir hana. Og það er kannski áhugavert að sjá það og sýnir kannski hvað það leggja mikil áherslu á það að Jenno tók ekki nema 10 skot. Hún er að taka að meðaldali einhverjum 18 skot í leik og hún þarf að í raun og veru reyna miklu meira heldur hún gerði í síðasta leik. Stelpunir eru komnir á völlinn og leikurinn að fara að byrja. Ég var nú búinn að segja byrjunarliðin og ætla nú bara að fara yfir þau aftur. Það er sem Jenno hjá Grindavík, Thea, Natalía, Hekla og Hulda. Og hjá Njarðvík er það Helena, Vilborg, Þuríður, Júlía og Chelsea. Og leikurinn er að hefjast. Og það er Njarðvík sem tekur uppkastið. Þetta var glæsileg sending, fínasta vörnan hjá Heklu. Það voru aðeins að reyna að þrönga boltana með innan Jenno og þurfa að vera þolinmóð að koma boltana mangað inn. Vilborg hérna með boltan, með góða sendingu. Annan bolta á Grindavík. Leikmenn svona aðeins að þreifa fyrir sér. Njarðvík hafa nú komist nálægt körfunni í fyrstu tveimur hornunum nokkuð auðveldlega en hafa klikkað á skotunum. Natalía sækir inn á Thea með þriggjastaskot sem geigar. Hulda tekur frákast og Jenno líka. Annað vel blokkað á Chelsea. Og Þuríður tók frákastið fyrir Njarðvík. Þetta byrjar rólega. Grindavík er að skipta á öllum skrínum. Annað var einhver misskilningur og Njarðvík fríþriggjaskot sem klikkaði á Helena. Jenno með loftbolta í fyrsta skoti. Hún þarf að stilla miðið aðeins betur. Það þurfa að tala greinilega töluvert betur í vörninni hérna Grindavík. Það er að skipta á skrínum en eru svolítið að klikka á því. Þetta var of auðvelt. Enda með 3 skoti en Njarðvík er að fá góð skot í byrjun en er að klikka á skotunum. Grindavík þarf að taka sig aðeins á í vörninni ef að fara að setja þetta niður þá geti þetta orðið mjög erfitt fyrir þær það sem eftir lífi leiks. Grindavík á þennan bolta. Glæsileg sending hana og það er eitthvað spenna hérna í loftinu. Fólk er ekki að ná að klára. Vel gert hjá Natalíu hana. Fyrstu stigin komin og Natalía með þau eftir 2,5 mínútu. Þetta var vel klárað hjá Vilborgu. Natalía reyndi að fiska ruðning en þetta var rauninu no-call bara. Og þetta áður hon í. Grindavík á þennan bolta.
Já, hún þó allan að fá skotið sín. Gianno fyrirgefur. Þetta var skref, já. Það er klárt mál að leikmenn eitthvað yfirspenntir, það er mikið mistök hérna og en það mun fara, það er betra að vera yfirspenntur heldur en ofrólegur. Þetta var glæsileg hreyfing. Og Helena með 2 stig fyrir Njarðvík. Það er virkilega vel gert og vel klárað. Vel sótt að körfunni. Öldur klárar þetta vel. Staðan 4-4. Það er lítið skorað. Það er villa á Theo, sýnist mér. Já, Theo lagði að fekk sína fyrstu villu. Chelsea skorar sín fyrstu stig. Það er double team að Gianna og leiða á boltan og enda með fríu skoti fyrir utan fyrir Heklu en hún klikkar. Júlía klikkar á skotinu hana, Vilborg berst af hörk og næri þetta frákast. Chelsea með 3 stiga skot sem hún setur. Þetta átti Vilborg algjörlega. Svo barátt í frákastinu skilaði þessari körfu. Thea með 3 stiga skot sem hún klikkar á. Þurfið með frákasti. Njarðvík fyrir í sókn, stillir upp. Voða lítið í gangi. Grindavík. Ég held að Grindavík átti þennan bolta en það borgar sig ekkert að deila við dómarann. Skipting hjá Njarðvík. Maður sjá. Þurriði fyrir út af og inn á kemur Lára Ösp. Önnur skipting hjá Njarðvík hérna ef hún fær að... Já. Tuttugu og 4 sekúndurnar voru búnar þannig að þeir breyta dómnum og Grindavík á boltann og hún kemur út af Júlía og hún Kamila Sól kemur inn á hjá Njarðvík. Þetta var vel gert hjá Heklu. Sótti þessa villu vel. Hún fekk töluvert af vítum í síðasta leik en klikkaði svolítið mikið þar. Var eiginlega svo eina sem fekk einhvað af vítum. En hún setur það örugglega niður núna fyrsta víti. Já. Hún byrjar vel á vítalínunni. Töluvert betri enn í síðasta leik. Flott hjá henni.
Það var Njarðvík heppin en vel klárað hjá Láru. Hulda með þriggjastaðaskot sem geigar. Þær eru frekar langt frá því að hitta sínum þriggjastaðaskotum. Þetta nú bara copy-paste á síðasta leik en leikurinn er nýbyrjaður. Þannig að þetta vonandi fyrir það lagast. Þetta eru frekar frískot sem þeir eru að fá en þær eru bara ekki að setja. Þetta var fín vörn hjá Grindavík. Hann langaði inn í þriggjastaskotið. Þetta var fín hreyfing. Ef maður kláraði betur. Þetta er vill á 11 Kamilu. Staðan er 11-6 fyrir Njarðvík. Þannig á línunni. Setur niður annað víti. Í síðasta leik fekk hann ekkert einasta vítið þannig að þetta er töluverður munur frá síðasta leik. Þetta var fínasta hreyfing. Jenny er komin inn í hjá Grindavík. Helena er að fara á vítalínu að fá 2 skot. Klikkar á fyrra. Setur nummer 2. Þær byrja að pressa hérna Njarðvík. Þetta átti nú að vera eitthvað fannst mér, en ekkert var kallað. Í síðasta leik þá var Njarðvík með í raun og veru bara saltaði Grindavík í frákostum og hérna ef að Grindavík ætlar ekki að láta þetta endurtaka sig frá síðasta leik þá þurfa þær aðeins að fara að taka sig á og já, stíga betur út. Síðasta leik þá var Njarðvík með 51 frákast á móti 36 hjá Grindavík. Það er allt of mikill munur ef þú ætlar að vinna leik. Það er ekki í úrslitunum. Þetta var glæsileg hreyfing hjá Vilborg. Henni fannst þeirra brotið á sér. Hún hlær bara að þessu. Ef ég þekki hennar rétt þá fer hún bara að stila boltanum. Það er sóknarvilla á Sædísi sem er komin inn af fyrir Grindavík. Kristó Gló er komin inn á hjá Njarðvík. Ég hef greinilega mistað því. Selvering á því. Kjelsí með góða hreyfing og Hanna klikkar á skotinu.
Jenny með frákastið. Gianno ekki að setja skoti sínu en hún þó að fá víti. Hún að fara á línuna sem bara góð sviti fyrir Grindavík. Hún 81% vítaskytta, þannig að það skipting hérna vegna einhvers, veit ekki alveg af hverju. En Helena kemur inn á hjá Njarðvík fyrir Kristu. Krista Gló. Hún setur það. Staðan 12-8 fyrir Njarðvík. Þetta var gott frákast hjá Chelsea. Grindavík verður að fara að stíga út. Jenny með villu. Já. Þetta já, ég held sem að taka það en hún sótt á körfunni sem var vel gert og setur það. Staðan 12-11, Natalia með góða körfu hérna. Þessi leikur nú bara búinn að vera frekar rólegur og meðan við, já, hvernig síðasti leikur fór þá náttúrulega bara góð sviti fyrir Grindavík, hann Njarðvík sé bara búinn að skora 12 stig. Stigahæstu leikmenn í leiknum. Það hjá Grindavík Gianno með 3, aðrir með 2 stig, hann er ekki mikið búinn að skora í sjálfum sér, þannig að Chelsea með 5 stig fyrir Njarðvík og Helena 3 og Vilborg 2. Það voða lítið búið að gera, það var bara að segjast alveg svo Sóknarleikurinn liðarinn að fá frí skot en ekki að setja þau. Njarðvík búið að vera mjög duglegt í frákostunum, sóknarfrákostunum sérstaklega. Og já, ég reyndar að upplifa það, ég veið bara taka tilbaka, þeir eru bara með 3 sóknarfrákost. Á móti 5 hjá Grindavík, þannig að ég greinilega bara að bulla hérna. En þetta allan að búið að vera rosa rólegt. Það bara að segja það alveg svo Og ég alveg viss það að það hefur verið smá spenna bara í leikmönnum og þeir koma henni í leikmöndu 2 og hérna sína eitthvað inn í bíl og ég var að skoða smá tölfræði fyrir leikinn og þá ef ég sé alveg að fara með rétt mál og þá annar leikluti, svolítið leiklutin sem Njarðvík að skora flest stig, þannig að það var svolítið mikill munur á meðal aðra leikluta. Þannig að Grindavík vegna vona að þið komið tilbúinir í góðan varnarleik og þetta fyrir Njarðvík vona að það haldi bara áfram fyrir þær. En hjá Grindavík þá Gianno, Jenny, Hulda, Sædís og Natalia sem byrja inn á og í öðru leikluta. Og hjá Njarðvík þá það Helena, Vilborg, Krista Gló, Chelsea og Lára Ösp. Njarðvík byrja með boltan.
Aðeins búinn að bætast í Grindavíkur megin í áhorfendahópinn en betur má ef duga skal. Lára eftir boltaninn á low post. Gerir þetta ágætlega allt nema skotið. Jenny með fínustu vörnana. Vilborg spila góða vörn, óheppið þarna. Frábær vörnana á Helenu, blokkar hann á Sædís með frí þriggjastaðskot. Hún var óheppin hann að Helena spilaði góða vörn en Grindavík gardaði og fekk þriggjastaðskot og þetta setur fyrsta þriggjastaðskotið núna í. Staðan er 14-12 fyrir Grindavík. Það virkar aðeins meiri læti núna hérna hjá liðunum. Byrjins leikluga 2. Natalie á gólfinu hana. Þetta hefði alveg mátt dæma villu hana á Natalie í þriggjastaðskotinu á Chelsea en það var ekkert úr því. Góð sending og góð hreyfing hjá Natalie og Jenny setur þetta niður. 16-12 fyrir Grindavík. Góð sending. Þetta voru 3 sekúndur. Vilborg ekki sátt. Henni skipt út af. Kamilla Sól kemur inn á. Ég ruglaðist hann á hann á nöfnum. Það var Kamilla Sól sem fyrir út á hann, ekki Krista Gló. Þegar dómarinn fannst eitthvað að vera að. Það hefur verið blóð eitthvað hjá henni, eitthvað sem hefur sést. Hulda alltaf að skjóta en að hætti við það. Tjanna klikkar, Grindavík á hennar bolta. Þannig að Lára var spóöppinn, var með frákasti en mist hann. Þarna er frýtt skot aftur sem hún klikkar aftur á. Hún þarf að fara að setja þessi skot niður en Helena hennar brunar upp völlin og setur þetta vel gert hjá henni. Þessi skot þarf Jenny að fara að setja niður. Jenny hérna með boltann á low post. Já. Þetta var erfitt skot en það var ekkert annað að gera í stöðunni sem hún kom í. Jenny frá Chelsea og hún sagði bara takk fyrir og setti þrist í andlitið á henni. Jenny hérna með góða hreyfingu og Þannig að Chelsea næst búinn að stela boltann 8 sekúndur eftir á skotklukkunni og Hulda með frítt þriggjaskot. Grindavík með svona frákasti og góð sending og Jenny setur af. Það er aðeins orðið líflega hérna fyrstu mínúturnar í öðrum leikluta. Bara gaman að því. Chelsea og Jenny er eitthvað að stafstanna. Það er Krista Gló með þriggjastaðskot hana og setur það vel gert hjá henni. Galop með þriggjastaðskot. Sædís með loftbolta. Anton Jarvík á hennar bolta. Það er skipting held ég á báðum liðum. Thea og Hekla kom inn á fyrir Natalie og Sædísi. Og það er Lára og Krista Gló fyrir út af fyrir Júlíu og Þuríði, já. Það er aftur frýtt, hún vildi ekki taka það. Sækir 2 stig í staðinn, vel gert hjá henni.
Kamila hérna með sínustu pressuvörn en Hekla leysir þetta vel. Sækir hérna víti. Njarðvík keppaði Villa Gianno en Villan var á númer 9 Þuríði. Hún mjög hissa. Já, bara, hún setur það. Vel gert. Arna setja þristinn ofan í. Skil vel að gefinni þetta skot. Hún með 9,5% taka tölfræðinni en hún tekur ekki mörg svona skot, þannig að kannski alveg að marka það. En númer 1, 2 og 3 hún trúir á skotið sitt. Það gerir það verkum og setja það þarna. Þuríður komin á vítalínuna, fær 2 skot. Setur fyrra. Klikkar á því seinna, Jenny með gott frákast. Og aftur bara. Já, og hún setur það aftur. Glæsilegt. William með þriggjaskot sem klikkar. Sjö sekúndur á skotklukkunni. Nú þurfa vel gert hjá Chelsea, hann að las þetta mjög vel. Setur hérna auðvitað 2 stig. Þennan bolta á Grindavík að öllu líkindum. Kamila fekk þarna högg á magan eða kassan. Það leikhlé. Hún ekki sátt. Staðan 25-25. Þessi leikluti allt annar heldur en síðasti leikluti. Það búið að skora meira á 5 mínútur sem var að skora alla síðasta leikluta. Arna orðin stigahæsti Grindavík með 2 þrista, 6 stig. Og Chelsea með 12 stig fyrir Njarðvík. Eins og þetta byrjaði rólega, þá lítur þetta bara út fyrir að vera, bara mjög skemmtilegu leikur. Síðasta leik þá voru tapaði boltar mjög svipaðir af Njarðvík og Grindavík, en yfir tímabili þá var Grindavík með 17 tapaði bolta móti 12 og þetta einhver hluti sem þurfa að passa sig svolítið á í þessum leik. Það eru þegar konar með 5 og Njarðvík með 3 tapaða bolta.
skotnýtingin hjá Grindavík er 29%. Það sem af leik í heildina á móti 37 hjá Njarðvík. Grindavík tapaði boltanum hana. Það var fínasta vörnum með á Djanna og þetta var góð sending og góð hreyfing en illa klárað. Þannig að bolta átti Njarðvík held ég. Natalia kemur inn á fyrir Jenny. Jenny er búinn að skila góðum mínútum. Vilborg kemur aftur inn á Helena fyrir Kamilu og Ásu. Góð vörn hana hjá Þuríði. Óheppin. Þetta var vill á Heklu. Hjá Grindavík. Þetta var vel klárað og hún lætur hann að heyra það. Ólöf Helga er ekki sátt við þetta en dómarinn útskýrir hérna af hverju. Karfa góð, 1 víti. Chelsea er búinn að gera þetta nokkuð oft, feika skotið og dræfa og hérna ætti nú að fara að átta sig á þessar hreyfingu. En vel gert hingað síður hjá henni. Setur hérna 3 stig á töfluna og þær pressa Njarðvíkingarnir. Fín hreyfing og Sandra með Arna með framkvæmstu bryggju. Chelsea er bara on fire. Hún setur allt ofan í núna. Þetta klikkar á þriggjaskotið og það er Leikli Grindavík. Ólöf tekur Leikli. Stoppa þetta strax. Staðan er 30-25 og Njarðvík eftir Leikli hefur komið mjög sterkt inn og spila góða vörn og skoða góða körfur í framhaldi. Ólöf ætlar eitthvað að tala við stelpunar og reyna að breyta þessu. 2:37 eftir að leiklutunum. Njarðvík er að vinna hennar leikluta 16-14. Unnið síðasta leikluta 12-11. Djanno er ekki með nema 3 stig og hún þyrfti að fara að setja skoti sín og setja fleiri stig á töfluna til þess að aðstoða Grindavík í sókninni. Hún er að spila alveg ágæta vörn, Chelsea er náttúrulega bara búin að vera að gera þetta vel en hún þarf að koma með fleiri stig. Hún er alveg að taka nógu mörg skot, hún er með 8-0 í skotum. Þannig að vandamálið er ekki það að hún sé ekki að taka skotin, hún er bara ekki að hita.
Njarðvík á boltan inn. Það byrja vel fyrir Grindavík, þær vinna boltan. Jenny með frí þriggjastaskot sem hún klikkar á. Flott frákast þarna hjá Huldu sem Jannó stóð til hennar. Hún var ekkert ánægð, myndi kalla hana Jannó, en það er aukaðatri. Grindavík komin í einhvers konar svæðisvörn sem svínvirkaði. Það endað með boltan yfir miðju hérna Njarðvíkingar og Grindavík á boltan. Glæsileg vörn hana hjá Helenu. Annað svona frákast hjá Grindavík. Og tapaði bolti. En ná honum aftur, vel gert. Og glæsilega. Þetta var fínu heppnisstimpillinn yfir þessu en þú vinnur oft inn heppni með baráttu og þetta var fínasta baráttu hjá Grindavík hana. Þannig 30-27 fyrir Njarðvík. Það eru komnar í 2-3 á svæði, sýnist mér. Þetta var skref, held ég, já. Annað sóknarfrákast hjá Grindavík. Vel gert hjá Vilborg og hana vinnur boltan. Það eru uppkast og Njarðvík á boltan. Það spila mjög framalega þessa svæðisvörn og þetta hlaut að enda svona. Þannig held ég að það hafi of ákafar og voru konur of framalega. Þannig fekk hún alveg galopi og setur það loksins. Fyrsta skoti sem hún setur held ég utan að velli. Kom á góðum tíma. Natalia með sína fyrstu villu. Held að þetta sé ekki bónus, þannig að þetta var bara allt í lagi með þetta. Það eru rosalega framalega með hvað þeir eru framalega bara búin að vera það lengi núna, þá held ég að það sé bara upplægið. Að taka bakverðin ofalega. Það þýðir að þetta eru að hlaupa alveg gríðarlega bakverðinni tveir uppi. Sá ekki alveg hver fekk þessa villu. Ég held að það hafi verið Jannó og þá erum við með 2 villur. Chelsea setur þetta og hún er komið 18 stig. Aldeilis sett í fluggýrin hérna í leiknum 2. Þetta er alveg í línu við það sem það hefur verið að gera í vetur og annar leiknum hefur verið svolítið góður fyrir þær út frá að skora. Það er pressa hérna áfram. Og þetta endar með ekki góðu skoti en frákastið. Natalia óöfn ná ekki frákastinu.
Lára Öst gerði vel í að trufla hana, hann og mista hann út af. Og það er leiklega hjá Njarðvík. Ætlar klárlega að fara aðeins yfir þetta svæði. Spá því Óli að fara bara beint í með aðra mann eftir þetta. Allavega eina sókn hjá þeim. En þetta er orðið bara, þetta er allt annað leikur hérna sem við erum að sjá í leikluta 2. Það er 34-30 fyrir Njarðvík og já, liðin bæði að nánast skora 100% meira í þessu leikluta heldur en síðasta. Chelsea hefur alveg farið á flug hér, hún er komið með 19 stig. Helena er með 7 stig og hjá Grindavík er Djano með 8. Aðrar með 4 eða minna, reyndar er Arna með 6 stig, hann að þessar þryggjastakörfur sem hún skoraði. En Grindavík er ennþá að lenda í vandræðum með skotnýtingunum sína. Þau eru með 25% í tveggjastega meðan Njarðvík er með 45 og svo með 26 í þryggjastega meðan Njarðvík er með 33. Það jákvæða fyrir þær er að leikurinn er engan síður jafn sem er bara rosalega flott og þar myndi ég halda að þar væri frákastinn svolítið að hjálpa Grindvíkingum. Það er að tekið fullt af svona frákastum. Grindavík er með 30 frákasta móti 18 hjá Njarðvík. Það var ekkert úr þessu. Þá er fyrri hálfleikur búið og bara svona rétt að fara yfir stigaskorið að þá er, eins og ég sagði hana, Djanna á stiga eftir Grindavík með 8, Arna með 6, Natalía 4 og Jenny 4, aðrir minna og hjá Njarðvík er, eins og ég sagði hana, Chelsea 19, langstiga hægst hjá Njarðvíkingum og Helena með 7 og Kristó kemur þar næst með 3 stig. En þetta er hörkuleikur og við bara sjáumst hress og kát í seinni hálfleik.
Verið velkomin aftur hérna í H.A. Sorgahöllina, þar sem að leikur Grindavíkur og Njarðvíkur fer fram leikur nr. 2. Hörku leikur í gangi, staðan 34-30 fyrir Njarðvík. Og þetta er svona svolítið, þetta er búið svolítið skrítið að horfa á þetta. Grindavík er með rosalega lélega svona, skotnýtingu en hafa bjargað sér á því að taka í raun og veru 16 sókna fráköst. Þau eru með þess að 30 fráköst á móti held ég 18. Og þannig að þetta er svona, ef að Grindavík fer að bæta skotnýtinguna sína þá gæti þær átt mjög góðan séns í þessu leik að vinna hann og að sama skapi ef Njarðvík fer að stíga út og tekur frákostin þá gæti það slitið sér töluvert frá Grindavík en þetta er náttúrulega mikið af ef og hefði þannig að við skulum bara sjá hvað leikmenninni gera þegar þeir koma inn á en dómarinn er búinn að kalla það á bekkinn þannig að þjálfarinn er að fara yfir hvað áherslu á að fara með í leikinn. Í fyrri hálfleik þá var spiluð svona bara venjuleg maður að mannvörn annars allan leikinn. Njarðvík var að pressa öðru hvoru sem tókst kannski ekki rosalega vel upp þannig að séð en það tók náttúrulega tíma af klukkunni hjá þeim. Grindavík fór í svæðisvörn hérna í endan á leikluta 2 sem gekk bara nokkuð vel hjá þeim og það voru gaman að sjá hvort að það fara aftur í það og hvort að Njarðvík nái að brjóta það niður sem að það gerði ekki alveg nógu vel hann í fyrri hálfleik. Og svo yrði ég ekki til þess að því að Njarðvík kemur með eitthvað nýtt hérna inn. Þetta er nú yfirleitt pínu skák á milli leikja í úrslitakeppninni þar sem að þjálfararnir koma með eitthvað til þess að trufla hitliði, koma úr jafnvægi og svoleiðis. En hingað til hefur það bara verið Grindavík sem gerir það með svæðisvörninni. En við sjáum hvað gerist núna í seinni hálfleik. Og gott að pressa, halda áfram að pressa, kannski fer hún að virka þegar leikmenn verða þreyttari. Stigasti leikmenn fór nú yfir það eins áfram áðan en Gianno er með 8 stig hjá Grindavík og hefur ekki verið að setja skotið sín en hún hefur þó verið að taka þau sem að hún var ekki að gera í síðasta leik. Það var ekki eins og mikið hún er að gera núna. Eins og komið jafn mörg skot og hún var með öllum leiknum síðast. Og hún er komið með 11 skot og var með 10 skot í síðasta leik. Nú er leikurinn að hefjast en Chelsea með 19 stig hjá Njarðvík stig hæst þar. Það er hjá Njarðvík það Kamilla, Helena, Vilborg, Þuríður og Chelsea sem byrja inn á. Hjá Grindavík það Gianno, Natalia, Hekla, Hulda og Jenny byrjar inn á. Jenny kemur í byrjunarliði í staðinn fyrir Theu og Kamilla í staðinn fyrir Júlíu hjá Njarðvík. En Njarðvík gerði vel hérna og vann boltann. Grindavík byrjar í venjulegri hefðbundinni maður mannvörn sem skiptir á öllum skrínum. Chelsea fær hann á low post. Helena með frítt þriggjaskot sem að klikkar en Vilborg með frákastið. Vel gert hjá henni. Aftur frítt skot hérna hjá. Setur það beint ofan í Kamilla Sól. Fór út af í fyrri hálfleik, fekk einhver högg á magann og kemur hérna tvíheld og svona á bara að gera þetta ef maður lendir í einhverju. Það komum bara tvíheld tilbaka og sýnum hvað manni býr. Það er villa á Vilborgu. Það er hennar fyrsta villa sýnist mér. Natalia móti Kamillu, fínasta vörnana hjá henni. Þetta 5 sekúndur eftir á skotklukkunni. Hún þarf að skjóta strax. Hún náði því ekki. Nei, engin karfa, þetta er rétt. Þetta var samt þriggja skot og hún setti það en eins og segi hún var of sein. Þannig var Chelsea alveg galopin en Vilborg því miður ekki með nógu góða sendingu. Fær hérna villi nr. 2 á sig í seinni hálfleik. En hún var náttúrulega ekki með neina villu áðan, þannig að hún er bara góð.
held að hún sé með 2 allavega. Þetta var góð hreyfing hjá Gianno, hann fer fram hjá Chelsea eins og að drekka vatn og setur þetta vel onni. Þetta ekki búið að gerast oft í leiknum. Hún þarf að gera meira af þess að sækja körfuna líka. Þetta var glæsileg sending, en hún klikkar illa á þessum skotum. Og liggja þannig báðar í valnum, Helena og Jenny, og hún fær aftur frítt þriggjaskot, þannig gleymdist hún, en setur það ekki. Grindavík á þennan bolta. Þetta var Njarðvík, góð vörn hann eða Chelsea, það var pínu heppinn, hún var búinn að missa hana. Hún gerði vel í að recovera og komaði boltan sem truflaði Gianno sem mista hann út af. Góð vörn hjá Natalie hana og það skref á Helenu. Grindavík að spila góða vörn eins og og í raun og veru bæði lið. Langur tvistur hérna á Huldu, hún setur það ekki. Áfram takaði Sóna frá Augustin, vel gert á Natalíu þarna, setur góðan í 2 stig. 34-37 fyrir Njarðvík. Sóna frá Augustin að halda Grindavík á lífi hérna. Skipting hjá Njarðvík. Krista Glóa kom inn á fyrir Helenu. Þessi hreyfing virkar vel hjá Chelsea, gerir þetta vel. Setur 2 stig hann ofan í. Þetta var ekki góð sending hjá Heklu þarna, Chelsea las þetta og klúðrar svo boltanum á mjög klaufalegan hátt. Triplar í fótinn á sér og Grindavík á boltan. Þetta var mjög kæruleysleg sending hjá Heklu þarna áðan. Tekur hún áhættuna, Gianno gerir þetta vel. Chelsea alltaf að taka sénsinn á að stela boltanum. Það hefur virkað ágætlega hingað til en þarna klikkaði hann ítillega og Grindavík var auðvelt 2 stig. Þetta var fín hreyfing, vel klárað. Þetta var glæsileg hreyfing og vel klárað þarna hjá Huldu. 41-38 fyrir Njarðvík, 5 mínútur eftir að leikluta 3. Þarna var Natalie að villu. Tea inn á hjá Grindavík fyrir Natalíu. Fyrir Natalíu sem komið 3 villur
sem ekki gott fyrir Grindavík. Þetta góð hreyfing annað en ekki nógu gott skot. Enn og aftur. Þetta gæti hafa verið. Njarðvík var villu á sig. Held að virðist hafa meitt sig eitthvað. Mér sýnist það samt ekki eins slæmt og það leit út í upphafi. Hélt eitthvað mjöðminn á sér. Innan kemur Sædís fyrir Höldu. Skulum vona að þetta sé ekki alvarlegt. Þjálfari Grindavíkur Ólafur Helga vill meina að þetta hafi verið óíþróttamannsleg villa. Það er villa á Chelsea, hennar fyrsta. Hekla mátt fara upp en gefur hana góða sendingu sem að henni fannst að vera brotið á sér Jano en fekk ekki villu. Sædísar villu hérna á Vilborgu sem að gera vel í að sækja í átt að körfunni hérna í Grindavík. Þetta er virkilega vel gert hjá Vilborgu en mér finnst að leikmenn Grindavík ætti að vera búin að lesa hana. Hún fer alltaf til vinstri. En einhver hluta vegna þá gerir hún þetta það vel að hún kemst alltaf fram hjá þeim til vinstri. Fær þarna 2 vítaskot. Klárar óvæpinn hana, setur niður fyrra skoti, klikkar á síðara. Vill á 11, hún er ekki sátt. Hann er komið 4 villur. Þetta var ekki stór villa en mikil villa. En Helena kemur henni inn á. Fyrir Kamilu sem er komið með 4 villur held ég örugglega. Hekla setur niður vítin. Þetta var fínasta vörnana hjá Heklu. Frábært frákast hjá Helenu. Aftur vel gert hana hjá Sædís að stíga fyrir vinstri hendina á henni en Vilborg gerir þetta bara ótrúlega vel. Og Chelsea með þrist í andlitið á Grindvíkingum. En ég langaði þetta skot. Chelsea kom með 2 villur. Það kemur Arna inn á fyrir Jenny. Það setur fyrra viti vinnur. Staðan er 41-45.
seinna vitið. Þannig ekki að vera að búast yfir 80% vítanýtingi að henni í vetur. Frábært frákast, vel stólið bolti samt hjá Heklu, heilina óöppin hann en gott frákast hjá henni. Sekundur á skotlugunni og Sædís með þriggjastaðskot sem klikkar. Vilborg með frákastið fyrir Njarðvík og brunar hérna fram. Chelsea með... Já, þetta er vel gert hjá hann og vel klárað. Og þetta er þriðja villan á Genó. Chelsea kom með 24 stig. Hún með 30 í síðasta leik, hún er að öllu líkindum að fara að skora meira núna. Þetta er töluvert hærri stigaskor heldur en hún hefur verið að gera í venjulegu tímabili. Hún er bara með 20 stig þar. Þannig að ef ég sé að horfa, já, 20 stig, þannig að þetta er bara með greinilega betri bæta leikið sér úrslitakeppninni en þá kemur Thea með þriggjastaða körfu í andlitið á þeim og staðan er 45-48 fyrir Njarðvík. Njarðvík að leiða hérna með 3 stigum. Já, þetta gerir Vilborg vel. Hún er greinilega með góða káturhreyfingu að menn stíga á vinstri hendina hennar. Stíga fyrir vinstri hendur á henni minna. Genó er alltaf lausan inn í teig en leikmenn einhverju hluta verðin er ekki að gefa á hana. Mætti alveg, já, hann að færa á boltan. Vel gert, góð hreyfing hjá henni. Setur þetta ofan í, kom með 14 stig, nei 16 stig. Chelsea með erfitt skot sem hún klikkar á. Hekla eig með frákastið. Arna aftur galopin, ætlum setja það bara ekki. Nei, hann var ekki langt frá því. Jenna þarf að passa sig, hún er með 3 villur, hún má ekki vera að fá 4. núna. Nei, jæja. Þetta var of seint. Þær gefa bara Vilborgu skot og hún vil reynilega ekki taka það. 2 sekúndur eftir og hún nær skotinu en klikkar á því. Grindavík tapar boltanum hérna. Já, það er bara að falla frá henni Vilborgu. Enda, já, hún hefur nú að taka cirka 2 þriggjastaðskot í leik yfir tímabilið en hún er ekkert að horfa á það núna. Það er ekkert vitið hjá henni að skelli eitt skot þegar hún fær það svona frítt bara til þess að fá henni varnarmanni nær sér. Þá opnast meira fyrir hinnar. Staðan er 47-48 fyrir Njarðvík. Þetta er eins og ég hef áður sagt, hörkuleikur. Grindavík er að vinna þennan leikluta með 3 stigum. Chelsea er bara búin að spila alveg fáránlega góða leik hérna, komið 27 stig. Genó og samanskapi líka, hún er komið 16, allavega með við síðasta leik. Þá er þetta mikil bæting og eitthvað sem Grindavík þurfti á að halda. Skotnýting Grindavíkur er búin að batna aðeins en þær eins og hefur þetta ekki bitnað það mikið á þeim af því að þær hafa tekið 18 sóknarfráköst sem er náttúrulega bara ótrúlega mikið og eru að vinna fráköstabaráttuna með 14 fráköstum sem er töluvert. 45 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Njarðvík með boltan. Það verður fróðlegt að sjá hvað þjálfarinn teiknaði upp hérna hjá þeim. Mér sýnist að vera komnar í 2-3 svæði aftur. Júli er komin inn á hérna hjá
Viktoria fyrirgjöf er komin inn hjá Grindavík. Og Chelsea með galopið Tryggva og setur það. Úff, þetta var erfið sending. Vel stólið hana Júlíu. Og Huldan er að slá boltan út af. Gott að sjá hana aftur inn og þetta hefur ekki verið mikil meiðsl hjá henni áðan. 6 sekúndur eftir, 6:30 eftir. Og aftur er Chelsea opinn. Þetta er ekki gott fyrir Grindavík en hún klikkar 2 sekúndur eftir og enginn vill skjóta. Viktoria kom inn að fyrsta skipti fyrir Grindavík. Já, staðan núna 47-51. Leikliði virkaði vel hérna hjá Njarðvík áðan þegar þeir tóku það. Endaði með 3 stigagötu hjá Chelsea. Hún er komin með 30 stig, jafn mikið og skoraði síðasta leik. Hún er að fara að enda þetta í ykkur 40 stigum síns mér. Næststigasti leikmaður hjá Njarðvík er held ég með 7 stig sem er hún Helena. Vilborg er komin með 5. Já, Grindavík er Tjerno með 16. Natalia er með 6 eins og Arna. Og Hekla með 5. Aðri minna. Eins og ég var að segja áðan þá hefur Grindavík náð að halda sér inn í þessu leik með sóknarfrákostum. Skotnýtingin þeirra hefur ekki verið sérstaklega góð en það getur svo sem alveg breyst alveg eins og í raun og veru Njarðvík getur farið að stíga betur út og þá mun skilja leiðir hjá báðum þessum liðum. Og held ég að ef Njarðvík fyrir að stíga betur út þá held ég að munu stíga hratt og örugglega fram úr og samanskapi gæti það að fara í hináttinni ef að Grindavík fyrir að setja niður skotið sín. En við skulum bara vona að þetta verður svona jafnt fyrir áhorfendur því að þetta er alltaf skemmtilegri þannig. Þó ég geti nú ekki alveg svo sagt falið það, þetta væri skemmtilegra fyrir Grindvíkin í manni að þær færi að setja niður skotin en það er nú bara eitthvað sem er óskik í mér. Ég held að Vilborg sé bara og Chelsea séu í fyrsta skipti að fá hvíld í leiknum. Þær hafa, Vilborg hefur stýrt liðinu alveg eins og herföringi hérna þessum afi leiks og Grindavík væri gaman að sjá það nýta. Tjerno var líka að hvíla hérna fyrir Grindavík. Og þær eru í svæðinu. Þetta er langur tvistur sem að Ása setur ofan í. Viktoria hana með góða hreyfingu. Hefði mátt bara fara sjálf upp. Flott frákast hann með Huldu. Nú þarf einhver vel gert hana hjá Huldu. Ása skilur ekkert í þessu, finnst þetta ekki að hafa verið illa. 2 skot. Skipting, Natalia kemur inn fyrir Viktoríu. Það er Grindavík. Setur síðar yfir niður. Grindavík er komin í maður á mann. Og Lára Öss með 3 stiga körfu. Þetta var gríðarlega sterk karfa
Gott fyrir þær að geta gert þetta með 2 af sínum sterkustu leikmönnum út af. Erfitt skot en hún setur að þetta var bara jafn mikilvægt. Þá að setja þetta niður. Staðan er 51-56. Það er nóg eftir en það er nú ekki mikið skorað þannig að hvert stig skiptir máli. Og það sé langt, sérstaklega svona langt er liðið á leikinn. Lára Ást með boltan á móti Teiginu og Teig og finnur hana Júlíu sem að Grindavík á boltan sem klikkar á skotinu. Júlía hefur ekki verið að setja honi. Gianno kemur inn á fyrir Jenny og Helena kemur út og Chelsea aftur inn á. Það var stutt stopp hjá á útlendingunum hjá Leónum. Þetta var annarkvort spurning hvort ég kalli villuna áður. Ef það er ekki villa áður þá er þetta ruðningur. Já, ég held að þetta sé rétt hjá þeim að þetta sé villa áður en ruðningurinn kemur. Ég held að þetta sé alveg rétt. Ég held að maður brotið á hana áður fyrir í hana. Það var áhugavert að sjá það áðan hérna þegar Natalia hafði boltan á kantinum og Gianno var postu upp. Þá bakkaði bara Kamila niður til þess að Gianno fengi ekki boltan. Og Natalia var í grunnum alveg frískot. Vel gert hann hjá Teo, tekur sóknarfrákasti. Það er að halda áfram að halda sinni leikni með sóknarfrákastum, meira segja í vítum. Njarðvík þarf að taka sig á þessum stað, stíga út. Það leita áfram að Láru inn í Teig sem gerir þetta vel. Hún var óheppin þarna. Hún gerði þetta vel, sílaði vel hann og fekk boltan en óheppin að setja hann ekki. Þannig að Gianno boltan inn í Teig, vel gert hjá henni. Klára þetta vel. Og með 18 stig. Leikurinn er orðinn jafn. 7 mínútur eftir. Svona átt að vera. Chelsea kemur hérna og skrefa Ásu. Sýnist, nei það er bara skipting. Vilborg að koma inn á. Fyrir Júlíu. Vilborg er gríðarlega mikilvæg fyrir þessu lið. Það gerir þetta vel. Þá var Natalia ekki tilbúin að fá boltan. Þegar brýtur. Þegar komið 2 villur. Á Grindavík er Natalia með 4 og Gianno með 3. Kamila er held ég eina í villuvandræðum hérna með 4. Það þurfa nú að fara að finna Chelsea núna hérna í 4. leiknum og koma henni aftur í gang. Kamila fær alveg frískot. Hún er að Lára með annan þrist sem hún setur ekki. Gianno með flott frákast. Hulda fær höfuðhögg en hún heldur áfram. Það getur verið að hanga óþörfu. Það getur að hanga óþörfu í gólfinu. En hún er ekki meita, bara sendur hún upp og heldur áfram. Vel gert hjá henni. Herðu, Lára Ösp kemur út af og Þuríður kemur inn á. Og hjá Grindavík kemur Sædís inn á fyrir Huldu. Vilja greinilega kíkja eitthvað á hana. Vel gert hana hjá Heklu og Gianno. Gott skrín og Grindavík er komið yfir.
Chelsea þarf að fara að koma sér í gang og ég held hún sé að fara að gera það hérna. Á, þetta var villa. Fjórða villan á Tjano. Þetta er ekki gott fyrir Grindavík. Ég spáði því að þær fara í svæði núna til að fela hana. Helena kom inn á fyrir Ásu. Og Hulda aftur inn á fyrir sæti því það er greinilega allt í lagi með hana. Hún er gott. Aldrei á valli að fara þegar að Höfug er í annars vegar. Sýnist þær alltaf að pressa hérna aftur. Eða kannski bara maður og mann getur vel verið. Það er bara maður og mann. Það er rúma 5 mínútur eftir, þetta er fótur. Nítján sekúndur eftir á skotklukkunni hjá Grindavík. Þetta var ótrúlega auðvelt hjá henni að fara framhjá en hún kláraði það ekki. Tjano með frákasti og setur það. Þetta er villa á Þuríði og hún er ekki sammála. Og Þuríður er alveg eins og Vilborg gríðarlega mikilvægt þetta lið. Hún er búin að sjá það, hún er búin að vera halda Njarðvíkum inn á tánum og halda haus og láta þær vita því að vera ekkert að pæla í þó að gangi ekki eins og það á ganga. Og hún gerði það líka núna. En það er nauðsynlegt held ég fyrir Njarðvík að koma Chelsea í gang. Og Grindavík þarf að huga því að hún bara fái ekkert boltan, leyfa hinum að klára þetta. Því hvert skot núna fer að telja meira í huganum á þeim öllum. Það er ekkert auðvelt að taka þau. Hekla gerir þetta vel, sækir á körfuna, setur flottan flótur honni og Vilborg að sjálfsögðu tekur af skarið. Hún er ekkert að bíða eftir einhver annar að gera þetta, hún bara tekur þetta á sig. Klikkar á fyrra vítinu. Vilborg er ekki besta vítaskiptan, hún er 56% vítahitni. Og hún klikkar á báðum og frákasti tekur Natalía, vel gert hjá henni. Bara að koma sér yfir miðju áður en það verður 8 sekúndur og hún rétt slapp þarna, það var ekkert að pæla í þessu. Steig út af, þetta var rétt. Óheppin hana, góð vörn hann eða Vilborg setti press á hana. Þetta klárlega að fara að leita meira Chelsea sem að má ekki falla frá henni. Þetta var klaufulegt að Tjano að falla frá henni hana. Kannski með að hafa áhyggjur af því hún sé með 4 villur. Góð sending. Og Natalía í frákastinu og nær að fá boltan. Thea með þrist. Aftur höfuðhögg hjá Huldu og vel gert hjá Theu. Natalía róar þetta niður. Njarðvík að kleifar hana. Grindavík 3 stigum yfir. Og Þuríður reyndi að hana fiska sóknarvillu en fékk ekki. Hulda klikka á skotinu. Helena með boltan.
Nú þarf Gianno að passa sig. Hún pottþétt að fara inn að fiskana. Já, það aftur loftbolti hérna. Það leiklega hjá Njarðvík held ég. Njarðvík held ég leiklega. Staðan 63-60. Grindavík að vinna hana leiklut á 16-9. Chelsea komin í 34 stig. Hún nánast ekkert búin að sjá sóknarlega í þessum leikluta. Gianno komið 21. Hekla komið 10. Thea 8. Helena með 7 og Vilborg 5 hjá Njarðvík. Enn og aftur Grindavík að taka mikið af svona. Við erum komin 21 svona frákast núna. Og frákasta baráttan sem Njarðvík vann svo vel í síðasta leik búið að snúast við. Grindavík komið 50 á móti 29 hjá Njarðvík og þetta skiptir náttúrulega ótrúlega miklu máli. Og skotnýtingin hefur batnað hjá Grindavík í leiðinni, þannig að þær séu komnar yfir í raun bara eðlilegt framhald með þetta. Njarðvík þarf að fara að stoppa í frákastagati hjá sér í vörninni og koma Chelsea svolítið betur inn í leikinn. Annars gæti farið illa fyrir þeim í þessu leik. Gianno biður boltan, fær hann ekki. Átta sekúndur eftir á skotklukkunni og Natalia fær bara greiðarlega körfunni en setur hann ekki, en Thea með sóknarfrákastið og setur það. 65-60, 2:45 eftir. Gianno þarf að passa sig. Gert hjá Njarðvík hérna, 2 auðveld stig. Chelsea að spila góða vörn á Gianno. Hulda hérna losnar vel og setur, klikkar á flótunum. Óheppinn þarna, flott frákast hjá Helenu. Það að hlaupin í skrínið, ekki þangað annars. Vel gert hjá Chelsea. Hún var að setja hann inn í skrínið Gianno og ekki vera að breyta eitthvað vörnina. 65-64, Njarðvík að ná aftur. Þetta hefði getið verið sóknarvilla hann og setti olbóðan hann í kassan á henni. Fínasta vörn hana hjá Njarðvík. 1,5 mínútu eftir. Vilborg með boltan fyrir Njarðvík og lætur hann að heyra það bara hérna og greinlega ekki að gera rétt. Vel gert hjá Chelsea. Vel klárað. Hekla fer hana framjá og þetta var frábær hreyfing. Vel klárað. Aðeins og auðvelt, enga síður. Njarðvík ekki alveg á tánum hana. Núna þarf að taugan vera til þess ítrasta. Öll skot verða gríðarlega erfið í huga margra leikmanna núna. Og allt í einu bara varð hún galopin og Natalia hver önnur með sóknarfrákastið. Aðeins og væri kær hana finnst mér með boltan. 8 sekúndur. Og Hekla ætla bara að taka þetta á sig. Já, þeim gert hjá henni. Njarðvík vill aftur fá ruðning en það var villa áður samkvæmt því sem dómarinn fannst. Grindavík einu sig yfir og Hekla á vítalínunni.
Hekla Eik 68% á vítalínunni, þannig að Anna ætti allan að fara honni, en hún gerir það. Og hún þyrfti nú að setja niður þetta víti til þess að setja Grindavík í mjög góða stöðu. Og hún gerir það. Njarðvík tekur leikhlé þegar 33 sekúndur eftir að leiknum. Það verður fróðlegt að sjá hvað hún gerir. Hvort að hún Ólöf Helga, hvort hún haldi sig við maður á mannvörnina eða fari mögulega í svæði sem getur verið hættulegt, sérstaklega í ljósi þess að það opnast yfirleitt og oftast nær frí skot fyrir utan. Ef hún heldur allan áfram í 2 frísvæði þá svona opnast meira fyrir utan, en gæti farið í 3-2 til þess að reyna að stoppa þriggjastaskotin. En ég held að aðalmáli hér að Gianno fari valli og fá ekki á sig 50 villuna. Og í rauninu Natalie ekki heldur sem komið 4 villur. Það nokkuð ljóst að það Chelsea sem mun eiga að klára sóknina, en hann raðar ábyggilega einhverjum skotmönnum með inn á. Með að við hvernig Grindavík hefur spilað, þá munum við mjög líklega að gefa Vilborgu skoti ef að því að skipta, ef að þarf að velja á milli. Og ég held bara að Vilborg sé bara þannig leikmaður að þá akkurat setur hún skoti niður þegar hún fær það í þessari sókn. Þannig að hún alveg tilbúin að axla það ábyrgð ef hún fær hana. Eitthvað ekki alveg með á hreinu hvað að gera hérna. Það kom á hreinsýnsmér. Og Gianno fer hana frá Chelsea og vil. Nú þarf Gianno að passa sig. Þetta var ótrúlegt skot. Og hún setti það í þokkabút. Þetta var glæsilegt skot hjá henni. Það kannski ekki fatta þetta að horfa, hún var einhvern veginn svona beygð og til hliðar, en hún kláraði skotið vel og setti það honni. Og jafnaði hér með leikinn 69-69. Og þetta voru held ég fyrstu stigin hennar, nema þess ekki búið að uppfæra sjá mér. Nei, hún komið 6 stig. En vel gert hjá henni. Grindavík hefur, tæpar 19 sekúndur til þess að fá gott skot. Hér er mikilvægt að skilja ekkert eftir að klukkunni og að sjálfsögðu að missa ekki boltan. Chelsea er komið með 38 stig, takk fyrir. Stórleikur hjá henni. Gianno er með 21 og 13 fráköst. Það verður fróðlegt líka að sjá hvað þjálfarinn Njarðvíkur gerir, hvort hann breyti eitthvað eða fari bara í maður að mann áfram. Það er svo sem Kamila innan með í villuvandræði með 4 villur og er hún ennþá inn á, hún er ennþá inn á. Hann tekur áhættu af því að hún gæti fengið í 50 villuna. Ég er bara að viðurkenna það. Ég held að hvoru liðin séu komin í bónus, ég held 3 liðsvillur. Ef ég er að skilja þetta rétt hérna á statinu. Hekla er að taka upp boltan og hún sækir náttúrulega bara körun, en það gerir það allt of snemma. Allt of snemma. Og nú maður er ekki brjóta nema reyndar ef það séu ekki í bónus, þá er það allt í lagi. Þarna var Kamila greinlega ekki meðvituð hvað mikið eftir. Það var óróleg bara á boltan í staðinn fyrir að skjóta. En við fáum framlíkingu. Góður áhundur. Okkur leiðist það ekki hérna í HS Orkuhöllinni. Grindavík Njarðvík leikur 2 og það er 69-69 framleiking. Þetta er eitthvað annað en síðasti leikur þar sem að Njarðvík í raun og veru vann með nokkuð stóru mun, en þetta er búið að vera jafnt.
allan leikinn og í raun og veru Grindavík kannski svona í fyrst skipt sem komst eitthvað yfir núna í endan og voru kannski óheppnar að ná ekki að halda en Njarðvík gerði rosalega vel í að vinna upp munin og ná í framlengingu. Já, það var beðið að Grindavík myndi láta í sér heyra en Njarðvíkingarnir eru bara miklu fleiri og yfirgnæfa þá Grindvíkinga sem hér eru. Það sem byrjaði núna inn á í 5. leikliðunum í framlengingunni, það er Hulda, Jenny, Natalia, Jenno og Hekla. Og mér sýnist Grindavík á boltan. Hjá Njarðvík er það Vilborg, Chelsea, Camilla, Helena og Þuríður sem eru held ég örugglega að byrja. Já. Njarðvík fer inn í framlenginguna svona á jákvæðari nótum þar sem að Grindavík til þess að hafa átt að vera búin að vinna leikinn. Þannig að það er gaman að sjá hvernig það koma núna til leiks. Og Hekla með frýtt skot sem að hún setur ekki. Chelsea bara taka boltan. Við sá reyningi að sækja svolítið á Jenn og bara fá vill á hana sem hún gerir mjög líklega núna. Chelsea situr eftir hérna, Grindavík yfirtölu. Þannig hefði hún að gefa Jenn Jenna með 50 villina. Ég misti af þessu. Nú er Njarðvík búinn að svona á andlitinum á Vilborg og Þuríði þá upplifa að þeir eru búinn að vinna leikinn. Svona svolítið ánægður með þetta. Mega alveg vera það en það er lítið eftir. Menn geta alveg þjappað sér saman í svona aðstæðum og gert eitthvað. En þetta er gríðarleg blóðtaka fyrir Grindavík að fá hann út af. Hann er búinn að spila vel í þessu leik og tækni villa á Grindavík. Villa á þjálfarann. Ólöf Helga er ekki sátt. Chelsea setur það. Njarðvík fær boltan. Skulum sjá hvort að þær hafa rétt fyrir sér hérna. Stúlkuna frá Njarðvík. Hvort að þetta sé það sem þurfti fyrir þær. Jenny með góða vörn hérna. Og fín barátta hjá Jenny. Þetta var glæsileg vörn og gott frákast. Helena setur press á Natalíu, gefur henni engan frið. Nú þurfa Hekla og Natalia Hulda að taka skarið og Hekla klárlega er að gera það og opinn að setja hann ekki. Þetta var bara ágætisvörn. Chelsea fekk reyndar ágætt skot líka. Þetta var hennar skot á Grindavík á hennar bolta. Þetta er Natalia með skoti, Hekla með frákasti, vel gert og Hulda fær frítt skot, setur það ekki. Vilborg veit ekki að Natalia baka sig. Þetta er alveg járn í járn hérna
Njarðvík að vinna með 1 stigi. Næsta karfa gríðarlega mikilvægt. Sama hvort skora það. Hún náði skotinu en klikkar. Jenny búin að spila góða vörn á Chelsea frá því að hún fór á hana þegar Jenna fór út af. Hekla kemur hérna og fær bolta 3 stiga skot. Ég held að þetta sé fyrsta 3 skot sem tekur úr leiknum. Og Njarðvík fyrir að stíga betur út hérna. Enn og aftur góð vörn hjá Grindavík. Chelsea samt óöppin að setja ekki hérna flóter. Þrjár, 2, hún þarf að skjóta. Góð vörn hjá Njarðvík. Glæsileg vörn. Skipting hérna hjá Njarðvík. Lára Ösp kemur inn á fyrir Þuríði. Ein og 40 eftir. Njarðvík með boltan. Jenny að spila hörkuvörn hérna á óöppin hann að fá villu. Ég held að það sé komið bónus. Nei, það er ennþá innkast. Næsta villa hlýtur að vera bónus. Jú, það kom bónus. Það hlaut að vera. Lára Ösp með 67% vítaskita, þannig að það ætti allan að vera 1 tóni. Já, hún gerir það. 1 tóni. Klikkar. Nú verða Grindvíkingar að skora. Það er svo passífa núna að það þurfa að sækja. Hulda gerir það og Natalia með frákast í þeirra ekki hvað. Og hún setur það. Þvílíkur töffari. Það segir maður Valkyrja. Það skiptir kannski engu máli. Hún setur það og fær víti. Það er 67% í vetur. Þetta skiptir máli. Já, hún setur það 1 mínútu eftir. Þessi vörn hjá Jenny skiptir rosalegu máli og Hulda tekur við henni, má ekki brjóta á henni. Flott vörn hjá Grindavík og hún Kamila klikkað á 3 skotinu. Þetta var klaufaleg villa af því hún er komin held í örugglega í bónus. 40 sekúndur eftir og hún brýtur. Hekla hún er 68% vítaskita. Verðum við að fara kannski aðra framlengu. Það er ekki að sjá að þessi skot sé eitthvað mikið að taugunum hjá það. Það er bara að smella þessu svona eins og ekkert sé. Það er ekki brjóta, það er að halda vörnin áfram.
þetta var skref, vel gert engu að síður, vel klárað. Ég fannst þetta að vera skref en dómarinn mér ósammála og hún kláraði þetta ótrúlega vel. Enn og aftur jafnar Kamilla eins og áðan. Núna mikilvægt að Grindavík fari ekki og snemma af stað eins og að gerðu áðan. Gefa Njarðvíkingum færi á því að taka skot. Þær þurfa að eiga síðasta skoti. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna. Chelsea kom með 39 stig og Helena 9 og Kamilla Sóli kom með 9 stig. 6 stig hérna bara í síðustu 6 mínútunum. Gríðarlega öflugar myndir sem hún að koma með hérna. Grindavík Hekla kom með 16. TE kom með 13. Njarðvík hefur aðeins tekið að reynda að koma með 25 svona frákast. Það er ennþá bara að taka svona frákast þó maður upplifa að það hefur eitthvað búin að stoppa í það gat. Það er ekki búin að því. En það eru konum með 60 frákast á móti 38 frákastum Njarðvíkur sem er svakalegt. Tapaði boltanir 19 á móti 15. Njarðvík sem með 15 og Grindavík búin að tapa 19 boltum. Það er bara ákveðt jafnvægi þar en við skulum sjá hvað gerist núna. Síðasta sóknin mögulega, kannski fá aðra framlengingu. Hekla og taka boltan upp hérna. Fór aðeins og snemma á stað síðast. Og hún á bara að fara strax á stað síni. Þetta var og aftur stilu við boltanum. Og Hulda skora. Þvílík dramatík hérna. Grindavík byrjar á því að tapa boltanum klaufalega og Njarðvík að sama skapi gerir slíkt hið sama. Þetta fer allt saman í reynslubakkann hjá þessum leikmönnum. Allt mjög ungir leikmenn. Mér fannst Grindavík fara á allt of fljótt af stað í sóknina. Það geti vel verið að Natalía átt að gefa boltan út hann og allt svoleiðis en svo tapaði boltanum og Njarðvík náttúrulega fer á fullt. Og missir hann. En þetta er náttúrulega bara þetta er reynsla sem kemur til þeirra. Sem hann nýtist þeim seinna. En Njarðvík á ennþá möguleika, bara á vinnarleikinn. Þeir geta tekið þrist og unnileikinn. Og það eru komnir í bónus, þannig að Grindavík þarf að passa sig að brjóta ekki. Það eru 5:58 eftir. Jenny er búin að spila mjög góða vörn á Chelsea frá því að Tjerno fór út af og hún tók við henni. Og skulum vona það haldi áfram fyrir Grindavík og fyrir Njarðvík að Chelsea taki sér til bara og klári þennan leik fyrir þær. En með það sem búið að gera undanferð þá er það Kamilla sem er búin að vera aðalmanneskjan í að halda Njarðvík áfram inn í leiknum, þannig að það er eins gott að gleyma henni ekki hjá Grindvíkingum. Hún er að leita Chelsea hann inni og þetta var vel gert. Og hún hún náði að jafna 2 sekúndur eftir og það er skoðað, þetta fyrir ekki á ný. Þetta var klókt, þetta var vel gert, þannig að gleymdi Grindavík sér aðeins, skildi Chelsea eftir eina hana. Og þetta er í raun og veru, þetta er bara reynsluleysi. Þarna hefði Jenny átt að vera fyrir aftan og maðurinn sem er að dekka innkastmannin hefði átt að falla þannig að hún fengi ekki boltan á lóðpost. En svona er þetta. Við fáum bara aðra 5 mínútur sem er bara frábært. (76-76) Stigahæstu leikmenn. En aftur þá er það Chelsea á Njarðvík með 39 stig. Takk fyrir Túkall. Og eftir 41 stig fyrir ekki, hún var að skora. Og eftir henni kemur Helena með 9 stig.
og Kamila Sól einnig. Já, Grindavík Jan Owen stigahæst með 21, þann fast á hælum en að koma Theo og Hekla, 16 á Heklu og 13 á Theo. Aðrir með minna. Nú er leikurinn að hefjast. Þessi svakalegi spennuleikur hérna í HS Orkuhöllinni. Já, Vilborg ætlar sér bara að sjá þetta. Gerði þetta vel. Það var reyndar léleg vörn hjá Grindavík en hérna Vilborg gerði þetta vel. Hún er alveg trítilóð hérna sko. Hún ætlar sko ekki að fara í aðra framlengu. Natalia þarf að passa sig, hún er með 4 villur. Hulda gerir þetta ágætlega. Erfitt skot. Góð vörn hjá Njarðvík. Langaði þennan þrist, var á sein að taka góð sending og vel klárað hjá Heklu. Þarna var Chelsea pínu væri kær. Erfið sendingarna hjá Theo, spyrir hálpa tilbaki en gerði þetta vel. Grindavík að skipta enn og aftur á öllum skrínum. Njarðvík ekki alveg að ná að nýta sér það. Þetta var skref. Þetta er skotið hennar Chelsea, hún setur þetta alltaf, þetta var vel gert hjá henni. (80, 78, Njarðvík vil. Góð vörn hana, Hekla bjargar þessu og Hulda gefur á Jenny. Já, þetta var vel, aftur sama. Chelsea er bara að gleyma sér rosalega mikið á köttunum hjá henni Heklu sem er að gera þetta mjög vel. Stig Árnum ennþá hérna. Hekla las þetta. Það var sama kerfi að spila á hann og Hekla beið bara. Hann til að gaf hann og stala á hann í boltanum. Vel gert hjá henni. Þetta er Oni. Nei. Og sóknar frákvæðust. Enn og aftur sóknar frákvæðust. Og Natalia með frískot ekkert að taka það. Og aftur sóknar frákvæðust. Nei, Chelsea rettar þessu hana. Natalia passaði með 4. Vel gett hjá Chelsea hérna á boltanum. Þið fyrirgefið mér að ég sé pínu svona, hlutraður í einu orði hérna. Það er bara, ég gleymi með stundum. Villa. Og Hulda er að fá sína 3. villu. Þurfið var mjög ánægð með þetta. Hún veit hún fyrir á vítalínuna. Hún er 67% skita. Já, eins og að drekka vatn. Setur bæði villin ofan í, þetta var virkilega sterk viti hjá henni. Erum við að fara í 3. framlenginguna. Það var eitthvað. Og Hulda sækir á hana. Þetta virkaði nú eins og skref en þetta er svo vel gert hjá henni Heklu. Nú er mikið undir. Hún er búin að setja held í síðustu 4 vítin.
Það er bara sama, það hefur ekkert áhrif á þar. Það er eins og það hefur ekki gert neitt annað en að taka svona mikilvæg víti. Úff. Og það er hvað? Skipting. Lára kemur út á Chelsea inn á, hún fekk hana góða hvíld og veit ábyggilega ekkert af því. Ég veit ekki hvað Hekla er búin að spila með 44 mínútur, þannig að hún lítur nú að vera orðin þreytt. Og Björn Hulda líka. Kenja, úff. Þetta geti endað, já, illa svona, nákvæmlega. Sú er búin að hitta stórum skotum Kamila hérna í þessum leik og vera virkilega vel gert hjá henni. Þetta er ekki fyndið leikur. Natalía með svakaleg skot á móti bara þegar. Þetta verður bara allar nótt þessi leikur. Það er ekkert af því. Natalía er bara að falla frá Vilborgu. Ekki aftur. Því líku töffari. Nú þarf einhver að taka skarið. Það má alveg vera að tekja. Og villa í þokkabót. Þetta er rosalegt. Nú hefði þjálfarinn Njarðvíkur átt að fá tæti villu alveg eins og Ólöf Helga fekk það áðan. Það var pínu heppið hana, hann var ekki sáttur við þetta. Held að Lalli hafi náð að grípa það síðan þannig að það var ekkert úr þessu. Jæja, hvað gerir Hekla? Og hún setur það. Minn góður. Leiklega Njarðvík. 14 sekúndur eftir. Þetta er, já, það er óvægt að segja, áhorfendur að það fengið eitthvað fyrir peningin hérna. Hekla er komið 25 stig, 6 fráköst og 6 stoðsendingar. Og hjá Njarðvík er hún Chelsea komið 43 stig, 6 fráköst og 4 stoðsendingar. Og þvílíkur leikur sem Kamila er að setja hérna, sína hérna í endan á leiknum. Og að skora, svo, já, hvað, 12 stig held ég, bara hérna, og öll bara stig sem skipta alveg gríðarlegu máli. Það er eins og þessi Stempel hafi ekki gert neitt annað en að spila svona leiki. ...88 í, já, framlengi nummer 2, 14,2 sekúndur eftir. Njarðvík á boltann. Hvað gera þeir? Nú er gaman að sjá hvernig það spila vörnina á Chelsea. Það eru búin að brenna sig einu sinni. Og það stillaði aðeins öðru sér núna, þannig að það eru ekki að fara að leita að henni. Nei, þetta er öðruvísi. Það er pottitt að Chelsea að fá boltan, annað væri bara vitleysa. 5 sekúndur, 4. Þetta er Oni. Nei, hún klikkaði. Þetta var nú skotið hennar. Hún virðist, nei, hún var ekkert að kalla villu. Þvílíkur leikur, þvílík dramatík, þetta er bara, já, þetta er rosalegt.
Nú eru leikmenn klárlega orðnir þreyttir. Hjá Grindavík er Natalía með 4 villur, Thea með 3 og Hulda með 3. Kamila er með 4 og Chelsea með 3 hjá Njarðvík. Grindavík myndi skaða Grindavík mikið að missa Natalíu út af líka ásamt því að Jenno væri farin út af. Þannig að hún þarf að passa sig. Sérstaklega í frákostum, hún fer það mikið í frákostum, hún sé ekki að fá okkur að klöðavillu þar. Hjá Njarðvík er, Þuríður er komin með 5 villur. Það munar gríðarlega hana ef þetta er rétt hjá mig. Hún er komin með 5 villur úr Þuríður, þannig að það er mikið blóðtaka fyrir Njarðvík. Já, Njarðvík, Chelsea fær hérna hvíld. Það er Vilborg, Krista Gló, Lára Ösp, Kamila og Helena sem eru komnar inn á. Það er Hekla, Natalía, Jenny, Thea og Hulda, sömu leikmenn og spiluðu allan held ég leiklutan áðan. Þetta gæti orðið erfitt fyrir Grindavík upp á þreytu að gera, en það eru með endalausan kraft. Thea fær boltann inn í teig og Hulda galopin og Hekla líka frítt þryggjasta skot sem geigar. Vilborg tekur í boltann. Gamla góða exi sem allir þekkja hérna. Natalía var núna að passa sig. Og þetta var glæsileg vörn. Jenny Sædís og Arna inná, Hekla og Thea fá smá hvíld sem er mjög skynsamlegt af Ólöf Helgu. Gefa smá bríðir, má ekki vera langsamt. Nú þarf Natalía og Hulda að stíga fram. Já, Jenny bara skjóta sínu þristum, hún er fín þar. Og Sædís líka. Já, þetta var nálægt í að fara ofan í maður. Vilborg kemur upp með boltan. Hún er að fara alla leið, það var alveg klárt á slangaleiðir. Flott, vel gert hana hjá Helenu, gott það. Ég sá nú ekki hver fekk þessa villu, það er hún Arna. ...88 og Helena á vítalínunni. Hún setur það. Ég held að það hafi ekki klikkað á víti frá því að það var svona mikilvægt allt undir. Og hún er 68% vítaskytta í vetur. Þetta er vel gert hjá henni. Það er alveg til fyrirmynda hjá þeim öllum, þessi vítanýting hjá þeim núna í endan á leiknum. 10 sekúndur eftir af skotklukkunni og Natalía fær frítt skot, eða svo til. Og þetta var sóknarvilla, en vel gert hjá Sædísi. Natalía fær boltann hana. Þetta var fínasta villa. Reyndar, hún setur hann á vítalínuna, hann að tekja þetta tilbaka. Bara Thea og Hekla aftur inn á. Þetta eru 2 víti. Vilborg á línuna. Það bara að segja þeim alltaf þegar það fara á línuna að allt sé undir og þá setja þeirra. Þessi var langt frá.
15 sekúndur. Þegar með þrist og hún ekki að fara að setja það? Nei. 3 stiga munur, 2:50 eftir. Það er nógu tími. Chelsea er að koma inn á. Mjög sterkt fyrir Njarðvík að vera með 3 stiga munur á kvílana. Lára fær hann niður á teig og Elín með boltan. Það er Grindavík að skora. Svo sterk að dræfa, hún Hekla, Natalía að samanskapi ótrúlega sterk í sóknarfrákustum. Nær að vinna þennan bolta. Vilborg í baráttuvinnu ekki sátt. Kemur Chelsea inn á fyrir Kristu Gló. Þetta er svo vel gert hjá henni. Útidómarinn kallar villu og neðridómarinn kallar uppkast og hún tekur það. Ég hef nú haldið að villudómarinn hefði átt að standa þarna en dómarinn er ráða. Og aftur. Þeir hún að fara, já. Þetta var vel gert, óöppin að setja hann ekki. Hekla viti ekki að hann á baku sig. Þetta er ótrúlega og þetta var villa líka, já, hún setur það. Þetta er ekkert eðlilegt. Þetta er svo vel spilað hjá stelpum. Það er ekki að sjá að þetta séu allt stelpur sem að, já, nánast í yngri flokkum. Meiri parturinn aðeins. Og hún setur vítið. Við erum að fara í aðra framlýningu bara. Það er 1:30 eftir, 91. Njarðvík með boltan. Kamilla nú eftir að sína sitt hérna. Hún er ekki fyrir að setja eitt þrist. Henni þarf að passa sig núna á doppeltímana. Vel gert. Góð varnarhreyfing hana og þessi Róni og nei, hún setti á það einn. Þetta var villa, já. Þegar fær villu. Helena komin á vítalínuna. Þegar kom með heldur 4 frekar en 3 og hún setur það. Það er ekki að spyrja því. Og setur nummer 2 líka. Þetta hefði getið verið orðið eitthvað. Þetta var glæsileg vörn hjá Chelsea hana. Það eru svolítið rólega núna. Natalía að passa sig. Það voru alltaf rólegar þessari sókn. Vantaði að kalla eitthvað og setja eitthvað upp. Æja, hvað gerir Grindavík? Sækja þær í aðra framlengingu eða sækja þær til sigurs, bara 1 þrist, takk. Það er svo vel gert hjá Chelsea þarna. Vel gert hjá Grindavík sókn, en frábær vörn hjá Chelsea, þvílík vörn. Þetta var mikilvægt blokk. 12 sekúndur eftir á skotklukkunni, 26, tæpa 27 sekúndur eftir af
tímanum. Grindavík tekur leikhlé. Því líkur leikur sem við erum að fá hérna. Það alveg eftir því að við séum að fara í aðra framlengingu, númer 4. Ég held að ég hafi bara ekki séð það eða upplifað það. Næsta sem ég man eftir eru 3. Þannig að kannski verður brotið blað í sögunni hérna ef þetta verður 4. Eða kannski ég að bulla en ég man að það ekki eftir því. Grindavík hefur ekki verið með útlenskalega erlenda leikmanni sinn frá því að framlengingarnar hófust held ég örugglega, já. Ég held að við fengið 50 villuna rétt áður fyrst að byrjaði. Og það er hróskilið fyrir að hafa haldið áfram og haldið sér svona inn í leiknum og í raun og veru bara óheppnar. Það sem Njarðvík og tvisvar náðu að koma sér inn í leikinn aftur og sótt framlengingu. Nú koma leikmennina á völlinn og hérna Grindavík á innkasti. Nú er mikilvægt að séu gefin góð skrín og Hekla, úff. Þetta er villa, já. Hekla með 16-14 í vítin, 87%, takk fyrir. Oj. Þetta síðara. Nú væri sniðugt að taka Natalie út á og setja einhvern innan til að brjóta. Sem hún er með 4 villur. Og eru nú Thea líka. Það tvær eru báðar með 4 og hún þarf að brjóta. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að hún skipti þeim út af. Og mikilvægt líka að leikmenn haldi sér á sínum mönnum svo ég geta hlaup út þetta trissur. Beri bara ábyrgð á því að brjóta á sínum manni. Og ef þær geta valið þá ættu þeir að brjóta á henni Vilborgum eða við vítanýtingu henni í vetur. Og hún er nýbúin að klikka á einu. Vilborg er með 56% vítanýtingu. Hún heldur þeim inn á. Hún ætlaði kannski að reyna að stela boltanum. Það setja upp línu hérna, Njarðvíkurstúlkur. Þetta verður fróðlegt að sjá. Þarna það Thea að brjóta, fær þá sína 5. villu. Arna kemur inn á. Það er svona eini maðurinn sem þær máttu ekki brjóta á, en hún klikkar. Þannig að maður segir bara góð villa fyrir Grindavík. Og nú þurfa þær að stíga út ef hún klikkar á þessu. Þvílíkt mikilvægt frákast núna. Jæja, hún setur það. Þetta Arna setur ekki bara þrist. Nei, þarna var Natalia ekki skilsöm.
Þetta var gríðarlega sterkur sigur hjá Njarðvík. Grindvíkingar voru óheppnir hana í endaði venjulega leikstíma og svo held í öðrum leiklutanum. En þetta var gríðarlega sterkur sigur hjá Njarðvík. En þetta sýnir engan síður Grindvíkingum að þær eiga alveg að geta unnið þær. Erlendi leikmaður er ekki með í langa tíma og hérna meiri parturinn af framlengingunum. En svona er þetta. Vel gert hjá Njarðvík og vel stuttir af áhorfendum hérna. Ég held að við Grindvíkingar þurfum að spýta í lófana og koma og stríða stelpunar. Þetta skiptir máli í svona leikjum. En rétt snöggvast að fara yfir stigahæstu leikmenn. Hjá Grindavík var Hekla Eik með 29 stig og Genó með 21, Thea með 13 og Natalia með 9 stig. Hjá Njarðvík var Chelsea sem fyrir sig með 44 stig, takk fyrir Túkall. Kamila með 15 og þar af þvílík mikilvæg stig í endan á leikjunum og leiklutunum. Helena með 13, setti niður mikilvæg víti. Vilborg 8, það segir nú ekki allt hennar leik í þessum leik. Hún stýrði liðinu af svo algjör herforingi, stóð sig stakar í brífi. En við látum þetta vera gott hérna úr Grindavík og HS Orkuhöllinni og við sjáumst á næsta leik. Takk fyrir. Go.